9. þáttur framhalds sakamála útvarpsleikritsins Radíus bræður leysa vandann. Morð borð. Leynilögregludrengirnir ráðvöndu og skemmtikraftarnir Steini og Dabbi á leið þvert yfir Breiðafjörð með flóabátnum Fagranesinu að Brjánslæk á Barðaströnd. Á Stykkishólmi höfðu þeir leyst flókið sakamál, en Árni á símstöðinni hafði gengið einum á langt í áróðri sínum fyrir bindindi og myrt með köldu blóði og gúmítegjum eina drykkjumanninn á Stykkishólmi. Jón Gíslason járnsmiður á Hellisandi og þar með kippt stoðunum undan rekstri hótelsins á staðnum. Radíus bræður standa aftur í skudd og horfa á Stykkishólm hverfa út við sjónarröndina. Veistu, ég hálf svangur. Já, ættu kannski að skreppa niður í matsal og fá okkur að borða? Selja þér mat hérna? Já, það hlýtur eiginlega að vera. Lilli Radíus bræður. Sæll, hver ert þú? Ég nú bara farþegi borð eins og þið. Jæja, við verðumst að vera einu farþegarnir við þrír. Já, við vorum eiginlega á leiðinni niður að fá okkur að borða og kannski bjóða þeir að sitja okkur til samlæti. Já, ég raki mitt augun í það. Það eru dýrindis kálbögglar á borðinu í dag. Þeir þrír halda nú niður í borðsal og borð eru borðnir kálbögglar. Kokkurinn flóttalegur, ungur maður með sítt að aftan. Hérna, gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir mínu. Kálbögglar, já. Gulansætt. Já, kálbögglar, þetta athyglisverkefnið fljóta þarna í bráðnu smellíkjunu. Kálbögglarnir innan soðið hvítkálið. Já, líka gaman að fylgjast með því hvernig hvítkálið að leysast upp í smjörlíkinu. Það hefur ekki verið að spara suðun á þessu hvítkálið. Líka skemmtilegur þessi grái litur á kjötfassinu. Ég hafði ekki áttað mig á því að lífrænn vefur gæti verið svona á litinn. Já, sko, það er líka gaman ef maður sker kjötfassbolluna í sundur, þá sér maður að kokkurinn greinilega menntaður á fínustu veitingahúsin því þær eru hráar í miðjunni, alveg eins og fínustu steikur. Já, líka skemmtilega þessi hráa nálykt sem gaus upp svona þegar þú skast bolluna í tvennt Davíð. Já, og þá eru kartöflurnar alveg kaplutar fyrir sig, sko, svona mjölmiklar og hvít hálfglær skán utan að þeim. Og þessi svörtu dílar í þeim, maður áttast ekki alveg á því hvort þetta eru skemmdir eða fæðingablettir. Já, eða rúsínur. Hvort eru þið ekki rúsínur? Þið snertið á vatninu, drangar. Eru eitthvað dýttir? Já, þið erum allt í orðnir eitthvað svo listalausir. Já, gott, við höfum ekki bara fáið aðkynningu að sjóveiki. Það er ekkert betra við sjóveiki en svona kálbögglar. Þetta er maður sem kann að elda kálböggla eins og þeir eru eldaðir á Snæfellsnesinu. Þú mátt að eiga minn skatt. Já, minn líka. Eru þið vissir þetta er sældauki? Þetta mig? Ég verður að fara á klostið. Já, ég líka. Þetta er besti matur sem ég hef nokkuð sinni fengið. Nei, ekki vera fyrir Dabbi. Á meðan Radíus bræður eru afsíðis klórar skuggaleg vera sig upp úr sjónum upp eftir skipshliðinni og skríður borð tautandi fyrir munni sér. Ég Helgi Hestósel að ég kom til að leita henda. Radíus bræður skulu sko aldeilis ekki kærurnar kemba. Henda, kemba, sela. Best að taka þennan krókstjaka sem liggur hér á dekkinu. Hann getur komið sér vel. Fyrir inn þessa hurð og niður í matsal til að drepa. Henda, drepa, kemba. Radíus bræður hafa nú lokið sér af á salerninu. Jæja, búinn.
Ætlum við ekki að fara og fá okkur Ennisís eða Fruitopia eða eitthvað til þess að ná okkur þessu óbræði. Já, eða tropp frá Nóa Sirius. Já, það er víst ekki Dominus-pizzunum fyrir að fara hér um borð. Nei, jæja. Nú erum við að koma aftur inn í matsalinn. Ég veit það, við vorum hérna rétt áðan. Já, og núna opna ég dyrnar þangað inn. Sjáðu vínokkar og borðnaut. Hann hefur sofnað og hann í matinn sinn. Já, þeir leggjast undarlega á meltuna hérna út á landi. Við ættum nú að hnippa í hann, hann er með andlitið ofan í smjörlíkinu. Já, hann hefur greinilega ekki náð að torga síðasta diskunum. Hinir tveir eru eins og sleiktir. Jæja, vinur, vaknaðu. Vaknaðu. Steini! Hvað? Hann er kaldur sem nár. Er hann hvað? Steindauður. Þetta átt að verða skemmtiferð, ekki ógnvekjandi ævintýri. Við höfum átt 3 slík saman, en að þessu sinni ætlaði ég að eiga frí. Hann hefur þó allavega dáið saddur og hamingjusamur eftir að hafa borðað næstum 3-faldan skammt af uppáhaldsmatnum sínum. Já, ég tek undir það með þér að ævintýri eru afþökkuð. Ég þrái aðeins sólskinsdaga og blásandi byr í félagsskap þeirra sem mér þykir vænstum. En þessar bollur voru líka ekki þess legar að þeir væru ætlaðar til manneldis. Heldur þann hafi látist úr matareitrun? Já, hvernig útskýrir annars andlát hans? Ég veit það ekki. Þessi kenning þín virðist í fljótu bragði afar líkleg. En hvernig útskýrir þá þennan krókstjaka sem rekinn hefur verið ofan í bakið á honum á milli herðablaðana og gengur niður hann og ofan í bekkinn sem maðurinn satt á og situr þar fastur? Já, þú meina það? Já, Dabbi minn. Það bendir allt til þess að enn eitt sakamálið bíði úrlausnar okkar. Við skiljum nú við leynilögregludrengina hugbrúðu þar sem þeir standa við líkins myrta. Ná radíusbræður að ráða lyktum þessa ráðgátu eða eru þeir gengnir í dauða gildru helga hesta og sela? Eiga þeir afturkvæmt til lands eða eru þeir feigir? Eiga radíusbræður aldrei eftir að stíga á svið á nýjan leik og skemmta landsins líð eins og þeim er einum lagið með vönduðu og vel sömdu skemmtiprógrami sínu sem öllum sem séð og heyrt hafa finnstu spreng hlægilegt og vel 1000 krónanna virði. Fylgist spennt með næsta þætti þessa æsispennandi sakamáls 10. þætti. Blóðsjór við Barðaströnd.